FM 957. Þá eru tveir harðir í stúdíón, ekki rétt Egill Einarsson? Það er nákvæmlega þannig að fólk hugsar tvo grjót þegar það heyrir í. Finnst þér að breyta nafninu núna í tveir grjót? Já, við getum alveg farið í tveir grjót, harðir er svolítið langt, tveir grjót eða tveir gler. Tveir gler? Já. Það er ekki eitthvað? Já, tveir gler getur verið mjög gott. Já. Það sé hvað rótir þessum. Hvernig ertu þennan, föstudaginn, E.J. Einarsson? Ekki verið betri. Aldrei verið betri? Nei. Það er náttúrulega ekki annað hægt, það er þvílíka sumar blíðan úti og allir í þvílíku stuði. Já, en málið er rauðin. Það er verið að grilla hér allan bæ og mikil stemming. Málið er rauðin. Þú getur látið veðrið fara í þig eða þú getur sleppt í. Já, menn er Fagnaðu veðrinu. Að fólk að nú degi val. Já. Hugsa allan þannig, ok, það er vont veður, en ég með þykkt hár. Hugsa allan þannig. Ertu að reyna að vera að fyndi núna í byrjuð þáttar? Nei. Ertu að reyna að vera að fyndi í byrjuð þáttar? Nei, þess að konseptið er líta björtur þegar maður. Já. Skilur þú? Þú veist, ok, það er rigning. En það er reyndar oft, sko, ekki það. Það er náttúrulega föstudagur, það er 31. maí. Auðvitað vill maður hafa bara sumar og sól og allavega ekki svona. En ég viðurkenna að það er aðeins að skeina veðrinu. Já. Það er að skeina því. En það er að fara pottuð að vera betra, skilur. Þú veit að fara ekki slæman mæ og slæman júni og slæman júli, það virkar ekki þannig, sko. Já, ok. Og en það er bara að vera jákvæður. Því er bara ekkert væli yfir þessu? Nei, bara þú veist, það er útborgunarhelgi. Það er helga liði núna. Það var helli í þessum helgina, í kvöld og morgun. Veistu okkur? Færðu útborga þetta? Það var að leggja cash inn á lið. Já. Og því að það er fyrstir á laugadegi, þá fyrir cash á fös. Já, er það reglulega? Það er svoleiðis. Já, ok. Þannig að það er hellingarlið að núta að fá cash. Já, og fólk elskar cash og Cash is king, segja það. Það er þannig. Já. Þannig er enginn í vonduskapi í dag. Nei, allavega erum við eiginlega ekki í vonduskapi. Við verðum hér í Fanta Feeling með ykkur til 6 í dag, eins og alla föstudag. Og það eru fastir liðir eins og venjulega. Við fáum góðan gest til okkur eftir. Það er King Óligir sem ætlar að kíkja hér. King Óligir? Já, hann er með Keflavík Music Festival næstu helgi. Það er bara dettinn. Já, það er bara, ég held að Rudimental sé næsta fimmdag. Hvað er þannig? Það verður ekki ekki, já. Við ætlum bara að ræða hann ásamt föstu liðum eins og Sturlun staðrindum og öðrum. Þið þekkið þetta á föstudum. Egill er í Fanta Feeling, hann ætlar ekki að láta veðrið eyðileggja daginn fyrir sér. Ég ætla ekki að gera það heldur. Það verður stuðlag, ég lofaði því, þó sem hann viður. Þá reyndar strax aðeins fara eyðileggja fyrir mig daginn. Og síðan nýji dagsköluðin okkar Auðun Blöndal félir ekkert til hlustundum dagsköluðin. Nei, það er pínu ósækjart. Þá þurfum að hafa það líka á þig. Minnst það að vera pínu reglum. Já, en sko, já. Næstu viku eða eitthvað. Já, en samt, þú getur ekki fundið þetta við. Nú? Heldur það sé ekki hægt að finna neitt um þig? Ég var í Kópavogi með hár í fótbolta. Já, ég var á Söðukrukki með hár í fótbolta. Hvað heldur ég hefur að gera? Þetta er ekki alveg, hvað ætlar að finna mig, skilur? Já, hringir ykkur vinið mínu, hvað gera? Hann var í skotbolta bara og hvað sé hann? Sér fór hann bara fótboltaðingur? Og hvað svo? Sér fór hann bara heim? Nú, ok. Þvílíkt slúður, Auðun. Já, hvað finnir þú um mig? Ég með alla þessar viniðina sem voru með þér á króknum sem... Já, það var bara hann fór í skotbolta og var í fótbolta og svo fór hann heim. Nei, hann nefnilega málið. Það er skemmtilega við þig. Hægt að tala eins og þú hafðir átt eitthvað flawless æsku. Ég veit að það reyndar og varstu þá bara svona af því að þú varst svo leiðilegur í æsku eða? Var ég hvernig? Hvað það segja eitthvað skrítið eða? Já, ég meina þú ert full massaður trúður. Það er það sem þú ert. Takk fyrir það. Thanks for the compliment. En talandi Keflavík Music Festival og Rudimental. Þetta er besta lagið. Já, á stöðunni í dag. Hljómsveitin með The Waiting All Night. Waiting All Night. Já, það er eitthvað hrikalega flott í þetta lag. Ég fíla þetta alveg í tællur. Er þetta fínt fyrir svona stuðlamann eins og þig? Það er mál, það var tempo í þessu, ég er hrifinn að þessu. Já, þú ert mjög hrifinn, þú vilt hafa tempo í lögunum. Já, ég vil tempo. Já. Þannig að þú er aldrei fíla grunge, þú er aldrei fíla Nirvana og Pearl Jam og... Ég hlusta alveg Nirvana þegar ég var grislingur, sko. Þú varst grislingur? Hann er nú hægt að tala eins og sitt 50. Þá alveg, hlusta ég á Nirvana alveg. Það er eiginlega eitt og eitt gott lag, sko. Ég kannski ekki var ekki, þú veist... Þú hlustar aldrei á Pearl Jam og þú ætlar aldrei diska neitt þannig? Ég fór ekki, ég skeiti ekki í mig og fór að grenja þegar hann dó eins og þú, sko. En þú áttur aldrei neina diska neitt? Jó, ég diska enda með Nirvana. Með Nirvana, já, ok, bara New York Unplugged kannski. Þannig að batni á titlingnum. Já, never mind. Ok, batnið, hvað er að þér eiginlega? Jésús. Hann heitir Nevermind. Við skulum fara bara hér í slúður áður en Egill tala meira og ég ætla að byrja slúðrið á American Idol. Þú veist að ég er mikill American Idol lúði og horfi alltaf á þetta. Vestu American Idol lúði séð ekki? Já, reyndar er John Johnson, Jón Jónsson, hann er líka mikill Idol lúði, hann horfir alltaf.
Já, en hans að þið geta jafn obsessed og þú. Já, hann mjög svipaður. Og ég ætla að segja ykkur á því að bæði Mariah Carey og Nicki Minaj eru hætt í American Idol. Eru hættar. Hvort fílaðu þú betur sem dómara? Nicki Minaj eða Carey? Sko, fyrst þegar American Idol var að byrja þá þoldi ekki Nicki Minaj. Þannig að hún var orðin ágætt í lokin. Náðu grow on you aðeins. Já, hún náði aðeins að vaksa strókin. En Maria, mér finnst hún tala svo lengi. Já. Hún byrjaði að tala, hún svo alltaf lengi. Og bullaði líka bara oft, sko. Hún var líka eitthvað svo vélræn stundum, sko. Já, hún talaði svo lengi. Hver kemur inn í staðið fyrir... Það er verið að tala að vinkona þín, Jennifer Lopez. J.Lo. Hún detti aftur inn í þessa flóru. Já, hún fagmaður. Og hver hérna... Það er sorglegt samt, Randy Jackson líka hættur. Já, hver kemur í staðið fyrir Randy Jackson? Það er ekki hægt að fá okkur fyrir hundinn, maður. Nei. Hver á koma as the dog? En Keith Urban mun sennilega halda áfram sem er gott. Mér finnst hann fínn í þessu. Hann er mjög myndalur líka. Já, skemmtilegur strákur. Já, ég horfði minna á það en hann var skemmtilegur. En Keith Urban og Jennifer Lopez eru allavega líkleg ásamt einhverjum tveimur. Keith Urban og J.Lo. En að fá King Pitbullinn. Æ, hættu nú þessu Pitbull-gríni. Hann verður dáinn þegar þetta byrja loksins. Já, það er mitt þess að heldur góður þar. Allavega þá eru, bæði Mariah Carey og báðar, það eru báðar hættar. Mariah Carey og Nicki Minaj. Svo er hér næsta slúður og það er verið að fara að gera bíómynd Elton John. Og nú er verið að tala að Tom Hardy, veistu hvað það er? Já, ég er mikill aðdáandi. Já, sem leik Bane og I want to kill. Nei, ég ætla ekki að reyna þetta. Hann er grjótharður. Ég veit það, hvernig hann að leika Elton John? Hann hefur leikið The Dark Knight Rises og var líka í myndinni The Warrior og var flottur þar. Já, hann á, sem sagt, ég tali mjög líklegur til þess að leika Elton John í kvikmyndinni Rocketman. En hann er 100 kíló af vöðum. Já, það er það flott af þess að leikara. Þeir eru mjög snöggir að henda þeim af sér. Ég held að Danny DeVito var miklu betri. Danny DeVito get ekkert leikið Elton John. Það var miklu betri. Nei, hann er alltaf lítill. En sko, málið er eina sem að þeir segja hér er að þá eftir að reyna á hann sem söngvara, ef hann getur sungið, og þá þykir hann mjög líklegur til þess að hreppa hnossið. Það er bara svo leiðis. En Hugh Jackman er frábær söngvari, sko. Já, Hugh Jackman kann að syngja, en þeir vilja meina að Tom Hardy geti orðið ansi líkur Elton John. Þú ert mikill Elton John maður, eða ekki? Er ég? Mér finnst þannig að geggjur lög. Ef þú ert eitthvað að reyna að stríða mér, þá missefnast það algjörlega hjá þér, því að ná geðveik lög, eins og lagið Rocketman er rosalegt, sko. En hérna, ég samt sko, það sem að Tom Hardy gæti lent í núna, hann gæti lent í það sem að Blöð lendi í 2004 eða 2005, ég man ekki hvort það var. Þú ert að kjöta þig niður þá, eða? Þurfti ég að kjöta mig niður? Nei, ég hef aldrei vitað bara neitt, þá þekkti ég þig ekki, þannig ég var ekki að spá í vöðum að kjöta sig niður. Ok, slaka þá. Hérna, þá fór ég á fund með Árna og Kristján á eitthvað út af söngleik, séð Footloose. Já, ég elskar Footloose. Já, þá voru hérna... Ég vil Kevin Bacon maður. Já, Kevin Bacon, toppmaður. Það myrtari. Og hérna, þá var ég búinn að, dansa Jackson og svona og þannig að þeir sá ég kynna að dansa. Já. Og þá var svona talið líklegt að ég myndi kannski fá aðalhlutverki í þeim söngling, Footloose. Söngleikur? Já. Ok. Nema og svo var ég fengið í smá pröfu og söng. Það var ekki bara sagt, það var ekki bara sagt mér að ég myndi ekki fá aðalhlutverkið. Það var ekki haft samband við mig aftur. Það var ekki eins og niður hringt, ég fekk ekki SMS eða neitt og ég var eitthvað búin að segja... Fórstu bara í pröfu? Já, það var búin nánast, ég segi nú ekki lofa mér, ég var talið mjög líklegur. Já. Þar til ég var látið að syngja. Og þeir höfðu ekki eins og niður fyrir því að bara senda mér SMS, sko. Þú ert alltaf eitthvað slagasti söngvari sem Íslandingar eigum. Það er ekki til slagari söngvari. Ég svo veltaði með hver er slagari söngvari? Já, bara til dæmis maður sem situr inn að beita á móti mér. Hefur þið heyrt því syngja? Ég get lofa því að ég fari í þessa pröfuðun. Ég pakka þessar pröfu saman. Ég fengi SMS og komin heim. SMS hefur verið klárt. Hörðu, Egil minn, Footloose. Egil, þú getur ekki Þú fæst ekki svona SMS. Þú kannt ekki að syngja. Ég kann þó allavega að dansa sem var gert í sýningunni, sko. Ég get ekki the pack dance. Þú ert brjóstböðan að dansa. Svona, ekki gera þetta. Hætt, Egil, við erum bara tveir hérna. Hverjum ert að sína þetta? Hættu þessu. Ég sína þér þetta. Já, ég vill ekki sjá þetta. Svo er það hér í lokin, þá er ég með smá slúður af Kristján Aguilera, en hún borðar aðeins 1600 kalórir á dag og ég ætla að spyrja þig, Egil Einarsson, þú ert engaþjálfari, er það eðlilegt? Alltaf, 1600 kalórir, já. Ok, þannig að... Það var í óeðlilegt, hún var í suma stelpu í dag, það er 700-800 dag, það er geðsíki. Já, ok, það er sem sagt allt og lítið. Ég tek 2200 þegar að kötta niður. Já. Ég er 100 kíló skilur, þannig að 1600 Kristján Aguilera alltaf, þetta stelpa. Já, ok. Þá vitum við það, þetta var slúðurpakki dagsins og já, hér rétt handa við ætlum að
Já, það enda pínu lendó. Ætlum að fara í auglýsingar og svo höldum við áfram hér með dagskrána. Carlsberg og FM 957 kynna Where is the party? Á Mánabar, föstudaginn 31. maí. Ágætlingar á súlum. Við hitum upp fyrir Axwell tónleikana í Svíþjóð í ágúst með því að slá upp geggjuðu Carlsberg partíi á Mánabar Hverfisgötu. XXX Rottvalir starta kvöldinu og plötusnúðar FM 957 taka við og halda upp í geggjari stemningu langt fram á nótt. Það verður allt gjörsamlega flæðandi í Carlsberg. Fyrstu því vel með á FM og nældur í miða fyrir þig og þína. Þetta kallar á Carlsberg. This is the worst place on earth. What? Vinsælasta grín-þríleik allra tíma. Strange email. I think it might be from Chow. This says Chow. I thought it was ciao like goodbye. You know, like ciao, arrivederci. Papa John. Við það að ljúka. What are you doing down here? The Hangover Part 3. Komin í bíó. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Bubbi Mortens, Helgi Björns og Skálmöll verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Látum ekki ólíka skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-aðild xnei.is styður þannig boðskap. Nú er fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store og Google Play. Fréttablaðið, app sem þú þarft. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasala í fullum gangi. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 957, þú ert góður í þýsku, Egill. Hvernig segir FM 957 á þýsku? FM 957. Glæsilegt. Try hard en FM 776. Og við erum í miklu stuði hér, strákarnir, eins og alltaf á föstudögum. Það er föstudag. Við látum álegar, sko, en almenna rækjusamlokan núna, en íslenska rækjusamlokan, hún er núna perrið. Gefið sér leiðinda veður. Já. Ég fagnar þessu veðri. Þá er ég hinn average rækjusamloka því að ég töðaði nákvæmlega svona áðan þegar ég var að keyra á bílnum. Ég sagði orðrétt, djöfull er ég á þreyttur á þessu veðri. Já, svoleiðis. Já, ég var að skutla félagið mínum. En málið af góða veðri er það. Fyrst að mæi búinn að sökka, þá er alltaf júni góður. Nei, það er eins gott, ég menn hann byrjar á morgun. Já, ég get lofaði því, við fáum ekki ömulega mæi og ömulega júni. Nei, ég ætla rétt að vona ekki, svo er ammælismánuðurinn minn, júli, það er eins gott að hann er góður líka. Já, með ég þarf alltaf að taka sér viku frí fyrir það. Nei. Ég er búinn að taka frá kalendarinn. Það verður ekkert svo slæmt. Hörðu, við ætlum að fara í nýja dagskrárliðinn okkar. Hvaða lið? Varstu ekki? Kom ný dagskrárliður í síðustu viku. Þar sem við förum yfir the past. Nei, eitthvað trúnaðu mig alltaf. Já. Það finnst mér bara ósanngjarnt. Nei, út af því. Þá verum okkur báða. Nei, út af því, sko, út af því, hlustaðu nú aðeins á mig, út af því að hérna við byrjum með þetta síðast, þú ert ekki sérstaklega ákvað með þetta, en síðan hafa börn sem ólust upp með þér og króknum verið að drita á mig alls konar weird shit. Nei, ég veit alveg hverjir er að senda þér. Þetta er Árni Ragnar og strákarnir, sko, ég er ekki hálfviti, sko. Ég veit alveg hverjir er að láta þetta. Meðal annars þeir, og málið er, og þegar ég er búinn að fá 2... En þetta var ekki dagskrárlið, ég var bara að segja að það var ekkert sem ég myndi fela fyrir hlustendum. Og þú bara breytti því að þú getur bara spurt mig út í hvað sem er. Mér finnst það eiginlega ekkert voðalega fer. Nei, málega, þeir byrjuðu með þetta þú Hjöppi. Og mér finnst ósakjöld, alltaf með einhverju skemmtilega dagskrárlið við Hjöppa sem ég má ekki vera með. Mér finnst ósakjöld, þess vegna ætlum við vera með þarna. En ég kom með tvo hluti þig sem mér finnst mjög weird. Mér finnst þetta að ræða þetta félaginu og þú felur ekkert við hlustendum. Nei, þá í næstu viku, nú ætlum ég að tala við vinið þína og þá má ég spyrja hvort að þetta sé satt þig. Þannig við skiptumst á. Ég var bara í Kópavogi, ég var bara í skólanum í fótbolta og okkur shit. Já, ég líka. Hvað heldur ég hef verið að gera? Já, ok, ég fæ þá, nú ætlum ég að fara að grennslast þig, ég ætla að tala við systina og mömmuðina og viniðina eins og þú ert að gera. Og þá fæ ég að spyrja þig í næstu viku. Ok? Ok, sér góð. Ok, þá máttu skjóta. Ekki ef þetta er eitthvað viðbjóður. Nei, en þú veist, þetta er ekki viðbjóður, en... Ekki eitthvað svona rugg. Weird. Nei, That shit is weird, segir henni bara.
Hver sendi þér þetta? Byrjaðu að segja mér Þetta er 2 atriði. Hérna kemur þetta. Þegar Öddi byrjaði að búa einn á króknum, þá var hann með spegil fyrir ofan rúmið sitt og blátt neonljós. Varstu að taka eitthvað shit upp? Nei, það var ekki ég. Herðu, sko, þetta er íbúð sem ég leigði og þetta var í íbúðinni þannig ég flutti þangað. Ég var ekkert að henda þessu upp, sko. Ég get ekki skipt peru sjálfur, þannig að hvað þá að henda upp einhverjum spegli og neonljós. Þú liggur í rúminu og horfir upp. Spegil í loftinu. Já, bara ég bjóð hann í án þess að ég bjóð hann í 4 mánuði. Þetta er bara rétt áður í flytt suður, ég var að leigja herbyggi. Og hvað er neonljósið? Þau voru svona í kringum speilin, svona fjórablá. Það var að grínast. Hættu, þetta var ekkert ég sem senda. Ok, hvað atvinnu pervert átti þessi íbúð? Svo leiði þér þetta af. Það var þetta stórkostleg kona sem var amma sem var að leiða mér þetta, en ég veit ekki hvað setti þetta upp. Það var amma? Amma þín? Nei, ekki amma mín, amma Ollu, stelpu sem ég þekki. Var hún með þetta herbyggi? Já, hún var að leigja þetta út, ég veit ekki hvað setti þetta upp, en já, þetta var í herbygginu þegar ég flutti þar inn, þetta var ekki einhver perraskapur í mér, sko. Þú varst ekki að hata það samt, var það eitthvað? Ég var ekkert að nýta mér þetta eitthvað gríðarlega, sko. Nei, þú tókst af lucky lady. Nei, hættu, segir. Þetta er þvílík veisla. Nei, ég var, ok, hvað var hitt? Já, ok, þetta er mjög weird, hvað? Þú veit. You were some weird kid, ok. Einu sinni svelti Öddi sig í heilan dag til að fyrr fullur þegar hann byrjaði að drekka kvöldið. Og endaði síðan ælandi bara strax kvöldið. Já. Sveltur þið í heilan dag? Nei, ég svelti ekki. Til að vera fullur fyrir? Það er endar, ég var að viðkjönda, það er metnað. Ég vildi að maður að hugsa að ég er að borða eitthvað svo ég verði ekki fullur. Þetta var þegar ég var nýbyrjað að drekka 18 ára eða eitthvað held ég. Já, og svo gaman að vera fullur. Nei, og ég átti bara engan pening og ég fann það alltaf að ég var illa étinn. Það kom áhrifin fyrr, en ég gerði þetta aldrei aftur því að ég gubbaði blóði bara. Ég hafði einhver til að æla. Já, og bara. Já, skelfilegt, þannig að það passa ykkur á því. Já, ok, þú bara hérna. En það var samt ekki að Hvað sé, ældur í þinguna eða þú varst full? Nei, bara ég var full. Ok. Og bara ranna með þetta var eitt af heimskulegsta sem ég gerst. Rákarnir voru allir í þvílíkum fílingi, ég var bara veikur af því ég át náttúrulega ekkert, sko. En það var samt, ég tvisvar ekki, einu sinni fóru foreldrar mér, fyrst við höfum byrjað og skal ég segja eina sögubót sem er svona, tengist ekki drykkju en sama dæmi. Þannig að foreldrar mínir fóru til Mallorca skildum eftir einan íbúðinni. Þá mátti ég skrifa á mig hliðaköp. Bara allan mat og svona og var með svona budget. Nefnum að ég fór alltaf uppi til og ég var ekkert að skrifa á mig eitthvað hollan mat. Ég keypti bara ís og snakk og nammi og eitthvað og það var eina sem ég átt og á 3. degi þá stóð ég upp einu svona heima úr sjónvarpsstólnum og það leiði yfir mig. Ég bara brunaði upp yfir, svo þetta bara vítamín, bara lýsi og allt og allt. Ástu bara nammi og drasli í 3 daga? Já, og það bara, hefur ekki staðið svona upp og færið eitthvað svona, ég sá allt svart og ég bara skall í jörðinu. Þú varst að halda þér inn að budgetins og vildir eyða budgetinu í eitthvað good shit, snæður eitthvað? Já, ég eitti bara budgetinu í svo bara eitthvað viðbjóð. En þetta er aldrei að fara yfir budgetið á gammalsettinu? Jó, já, það er bara... Vildir það ekki? Jó, það var bara svolítið erfitt, við áttum ekkert voðalega mikið pening, sko. Þannig ég passaði það reyndar, budgeti. En þú varst some weird kid. Já, þetta var resandi við... Lakadeilin að byrja alla sem ólust upp með... Nei, það kom að þér næst. Fyrst að þetta er hún einhver dagskáliður þér. Rita sögum á mig. Hlakka til að heyra sögur af þér þegar þú varst að fá fótbolta milli tannanaður og eitthvað. Ég séð gamla myndir af þér, sko. Fólk veist ekki hvort þetta var í mark eða frekjuskart. Við ætlum að... Hvað segir þau? Nei, mér að þú ert að drullu um mig og mín æsku. Þú ert að fara í tannréttingar og ég leisti það vel. Þú leisti það mjög vel. En hvenar, ég vil líka fá að vita hvenar þú allt í hennu bara blest upp eins og dekk, sko. Þú varst pingu lítill sem krakki, svo allt í hennu núna ertu bara eins og dyravörður. Takk, Já, ég veit að þið veist þetta hrós. Ég kemst eitthvað að einhverju mail í næstu viku. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shore. Á FM 957 og enn. Ég sá brandara á Twitter daginn. Þá var stóð að hann væri kallaður Macklemore í stærðfræðitímum af því hann var alltaf what. Já, það er gott kameri. Ég veit ekki okkur ég sagði þetta, það er ekki svo þér sprungi og látur að hinum. Nei, grænjaði ekkert. Nei, þetta var svona pínu... Það var samt gott komið, ég brosti smá. Nei, þú þurftir að lesa þetta, ég byrst afsökun á þessu. Það er hins vegar, ég var að fá gott Twitter. Við vorum að rífast áðan hvor okkar væri skárri söngvari, við erum náttúrulega báðir skelfilegir og þú vildi meina ég væri lélegasti söngvari á Íslandi. Nei, ég sagði að það væri líklega okkar slagasti. Já. Ég er enda orðbepent. Ég sagði í stað að segja okkar lélegast, ég sagði bara út svona líklega slagast söngvari á Íslandi. Já, en sko málið er, ég veit að ég er lélegur söngvari
Fyndna er að þú veist ekki að þú ert hörmulegur söngvari. Það svona munur á okkur. Já, þú ert bara, já, þú ert skelfilegur söngvari. Takk fyrir að særa mig. Og ég fekk bara fína áskorun hér á Twitter að það var hérna strákur sem heitir Elmar sem að benti á að það hefur ekki verið karaoke hjá okkur Pétri lengi. Þannig að okkur keppni ekki bara 2 harðir í karaoke. Ég segi bara, you're on. Það góða punktur Elmari. Og ég ætla að opna fyrir síman 511-0957 og lefa hlustundum að velja lögin því að þetta þurfa að vera lög sem þú þarft að syngja. Ég nenni ekki að fá þig til að öskra hérna Metallica eða taka Du Hast eða eitthvað svona bull. Hvað er til Du Hast? Nei, þetta þurfa að vera lög. Góður því sko líka. Þetta þurfa að vera lög sem þú actually syngur sko. Du hast mich. Þannig að við ætlum að opna aðeins fyrir síman, fá hérna nokkrar hugmyndir og svo keppum við þessu á eftir. Og nokkrar hugmyndir, bara þetta er ekki bara beint. Nei, fáum svona 5 lög kannski. Ok. Sjáum hvað hlustendur segja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Mér langar til þess hvort að annarkvar ykkar getið syngið lagið You Get Me með Tongatt og Angela úr Friends. You Get Me, ok, takk fyrir það. Já, takk. Ok, bye. You Get Me, með hverju með það eiginlega? Ég þekki ekki, við getum tjekkað eftir. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Like Teen Spirit, ég vil að sjá auðvitað að syngja það. Smelslega, það er samt ekki söngur, það er svona öskur, sko. Nei, þú getur alveg sungið þetta. Já, þú veist, þið setjum þetta alveg á blað. Já, eitthvað sem getur En það þú kannt það utan á og sungja svona 6.000 sinnum, sko. Já, það er ekki hægt að syngja. Mastnir vana rasshauðs, þú varst yngri, sko. Hvað er það að syngja? Herri, takk fyrir þetta. Þetta er góð hugmynd. Ok, við erum að fá hér hugmyndir því að það er komið, þetta verður að showdown eitt, þú veist það. Þetta verður söng showdown hér á eftir. FM, góðan daginn. Ringin aðeins, góðan dag. Verður ekki Egill að taka Já líf? Það verður að vera íslensk lög því mið, nei það verður að vera útlensk lög því mið. Já, ef hann hefði haft pungi að henda svo ennsku, þá var ég meir en klár. Það hefði verið magna, sko. Ég get alveg pakka þessu Ég líf einhver sveitasti sokkur sem Egill fengið kokið á sig, sko. Hérna, hvað viltu heyra í karaokeinu annað? Hvað með þeirri Poop? Hvað var Poop að syngja? Eitthvað lag með Elton John fyrir Egill. Já, þú ert svo mikill Elton John maður. Elton John, veist það, ég held við ættum bara báður að syngja Elton John lag því að þá þurfum við báður actually að syngja, hann syngur lögin sín, sko. Það væri Candle in the Wind fyrir Egill. And it sings to me. Takk fyrir það. Það er viðbært lag. Ok, við ætlum að gefa, 2 hér í viðbót færi á að koma með lag FM. Já, Gilsöðingin, hann var að taka What is Love. Já, hann er alveg hugmynd. Já, það er samt svo lítið sungið. Nei, baby don't hurt me no more. Já, það er lítið sungið. Já, mjög. Þetta er hans lag. Þetta er góð punktur á þessum meistara. Ég er ekki að syngja Elton John og eðilega helginna fyrir öllu fólki að nútið. Nei, sko, málið er, við vorum að rífast hvor okkar væri verri að syngja. Við allir út verri söngur. Við allir út, styggur slakast söngur þessu við. Hvor okkar heldur þessi verri? Ég eða Egill, kæru hlustandi. Þú. Hann var alltaf í frægri hljómsveit Var hann í frægri hljómsveit? Þú er ekki lægið með þig. Hann setti puttana á hljómborðu og það var ekki eins og í sambandi. Nei, þetta er bara meistari, hann er hárið eftir hann. Hann get lægið eftir með hann. Motherfucker eitthvað líka, geðveikt lag. Base Cup, það var rosalegt. Það er takk fyrir að Þetta er meistari sem kunna meta tónlistaferðileg mér. Já, við þurfum að finna einhver lög hérna. Þetta er góða búsir í honum. Hathaway What is Love fyrir mér, minnst mér mjög vel á. Já, það er bara, það reynir ekkert á röddina en Egill. Við skulum skoða þetta fyrir mér í Örstuð skilabóð, svo er Óleiki rétt og komin sturlaða staðreyndir og við ætlum að hringja til Flórida. FM 957 og Túborg leitað stjórnanda til að sjá viðtöl fyrir Túborg TV á öllum helstu tónleikarhátíðum landsins í sumar. Ef þú telur þig vera réttan aðila fyrir Túborg TV, sendu þá myndband af sjálfu þér á Facebook síðu Grænaklúbbsins. Aldurstakmark er 20 ára. Athugið, við munum velja 2 aðila sem fá að spreyta sig á fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Guskus og Páll Óskar verða á þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Er ekki komin tími á alvöru tónleika á Íslandi? Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Thule kynnir Rage Against the Machine heiðurstónleika 1. júní á Gamla Gauknum. Forsala er hafin á miðakaup.is. Síðast varð allt brjálað. Núna verður allt sturlað. Oh yeah!
Rent-A-Tent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma á fyrirhöfn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Rósir, eitt gamalt og gott, já, Rósir hér. En það komið að föstum lið hér í FM 95 Blö sem að heitir Egill. Turtlaþrændir. Það rétt hjá þér. Yes. Frábært þér. Já, Philip Seymour Hoffman komin í meðferð. Nó, okkur. Það var alltaf held og mikið í sig. Já, sem sagt áfengismeðferð. Já, nú líka eitthvað verið að taka eitthvað ég-jó. En allavega. Hvað með heroinni? Voru heroinni? Í alvörinni? Já. Það var meðferð vegna heroin fínna sínur. Það Já, ef þú ert leikari í Hollywood, þá er 99% líkur og heroinni, sko. Nei, verður ekki svona vitlaus. Ok. Hérna, það komið að stjórnumstæðarendum, já, og fyrsta að Philip Seymour Hoffman vist fann í meðferð og sko hann valsins besta þar. Ég held að væri búin að hann drekkja mikið. Já, það full langt gengið, menn við farnir að hendi í sig heroin, sko. Já, þá er hún tæpur. Já. Hérna, ertu tilbúin í stjórnumstæðarendir? Svona aðeins að það fari eitthvað jákvæðara heldur en heroinneslu Philip Seymour Hoffman. Og hér kemur fyrsta. Krákur leggja andlit á minnið og vara aðra krákur við hættulegu fólki. Þannig að þú einhvern veginn vondu við kráku á manuna. The smartest of all birds. Það málið? Já. Mætti ekki hérna í Ace Ventura 2. Já. Það segir hann að kemur eitthvað með kráku á öxlinu og segja Jim Carrey Come on Raven, smartest of all birds. Ok. Hann hendur í það. Já, þeir það veit allt dýr, sko. Já, þannig að krákan Já, hann var ekki að ljúga henni. Gáðasti fugl í heimi. Já, þannig að farið valega kringu krákur því að þær koma til með að muna að þau gera eitthvað við þær. Og ekki það, því ég geti verið að gera neitt við fugla. Nei. Svo það hér, næsta. Heiliðin getur ekki hætt að hugsa. Nema þú sett kannski undantekningi sem sanna regluna, ég veit það ekki. En allavega hjá flestum. Ég get bara sleppti að hugsa í 2-3 tíma. Það gerist ekkert. Hann samt að hugsa. Bara ég horf á vegg, hvíta vegg, hugsa ég ekkert. Þá ertu að hugsa hvíta vegg. Nei, ég hugsa ekki neitt. Það sturlu staðnindegil, ég veit að kannski ef einhver getur það, þá ert á þú. En allavega á það ekki að vera hægt að hugsa ekki. Það var alltaf ekki að hugsa. Já. Það er samt þreytt, getum ekki slögt og heila. Ég ætla að prófa núna bara að hugsa ekkert. Ég get það ekki, því ég er að horfa á þess, þetta er ekki hægt. Kannski ef þú stendur fram að hvítan veggju. Hugsar þú meira bodybuilding eða mat eða Sverrir Bergman eða konur? Þú veit, svona í daginn, þú dreifur þessu 4 atrið. Hvað? Yfir allan daginn? Já. Mat örgla, ég er alltaf að hugsa mat, hvað ég borða næst og hvað ég fá mér. Já. Hugsa mest mat. Ég veit, og þú sendir mér líka mörg SMS, hvað ætlar að borða? Ætlar að borða eitthvað? Já. Hvað ætlar að borða? Ég er meira þess að það slæmur, sko, eins og hérna Hjöppi benti mér á þenn daginn í bíó. Já. Að ef við erum að fara í bíó, þá spyr ég þig á leiðinni bara inn hurðina, þegar við fara inn í bíóið, hvort ætlar að fá þig popp eða nammi eða hvað ætlar að fá þig. Þetta er eitthvað, ég er alltaf áður en þú mættir inn í bíó, þá er það pæli í því. Þá er ég fann að pæli í hvort ég að fá mig popp eða nammi eða. Svo er það hér næsta. Það fer ekki illa með auguðinn að sitja nálægt sjónvarpinu. Það er bara eitthvað myth. Það er horseshit. Já. Það er bara hannig. Þannig ef það er einhverju krakkar úti að hlusta, bara negla sér beint fyrir fram að skjáin í kvöld. Það var alltaf logið að mér. Ég var 10 little baby. Satt ég oft á bleiunni bara á sjónvarpið og horfði okkur náttúrlýstætti. Hvernig mannstu það? Ég man það bara. Hvað varst á bleiunni 6 ára? Það var ekki á ræskuminning hjá þér, sko. Hörru, sömu mun eftir fæðingunni sinni. Ég man ekki það. Já, það er helviti góður hér. Sömu mun eftir. Hérna, en málið er að þá allt sagt henni, eru einn meginn og fær kassalega augu að setja svona á sjónvarpinu. Alltaf logið því að mér. Ég panikaði alltaf og ég vildi ekki á kassalega augu. Þannig að ég bara bakkaði 200 metra. Já. Þetta er bara lygi. En þú getur skadað augun á að vera allir í ljósum, ekki með hérna sólgleraugun. Það er líka þú skadaði bara að fara í ljós, ljótt að segja. Já, og laser hérna drastlið sem allir eru með, ekki beinið í augununum. Sem allir eru með, það er 2013 sko. Þetta var bara frétt ekki að gæri eitthvað krakki að vera blindur út af þessu. En alltaf þá verður ekki illa með augun að sitja nálægt sjónvarpinu. Nei. Þannig að veitu við það. Fólk með já, þetta fannst mér heldur skemmtilegt. En ég myndi teipa hausinn á þér, bara setja nefðu þar á sjónvarpsskjáinn og teipa hringinn. Ég myndi örugglega bara að fá hausverk. Og spenna upp augnlókin, bara með augun inn í sjónvarpinu og láta það vera þannig í mánuð, þú heldur að myndi ekki að snetta.
Ég veit það ekki. Ok. Ég bara veit það ekki. Jú, það myndi örugglega fara illa með mig. Frábært punktur hjá og takk fyrir að bæta þessu við. Þú fórst illa með mig þarna. Ok. Næsta sturlaða staðreynd sem mjög skemmtileg. Fólk með margfaldaðan persónuleika, eða fólk sem er schizophrenic, eins og það heitir á læknismálinu, getur kýtla sjálft sig. en ekki aðrir. En svo núna, ég er mjög kýtlinn, nú er ég að kýtla mig. Það gerist ekki neitt. En ef ég væri að schizo, eða með margfaldaðan persónuleika, þá eru bara hættu þessu. Hættu þessu aður. Þá var ég skemmtilegandi. Weird. Já. That shit is weird. Mjög skrítið. Svona hér næsta, árið 2000, já þetta er líka magnamar, árið 2005, ég er með góðar sturlaða staðreyndir í dag. Já, ég finn það. Fólk skal hlusta. Ég finn það. Árið 2005 eignaðist kona í Bretlandi tvíbura en þeir áttu sitt gott pappan. Weird. Já, og þetta gerist víst mjög sjaldan. Þannig að var hún að tveimur gæjum at the same time? Hvað heldur þú, Egill? Já, ég meina kannski ef ég tala at the same time. Hefur mamma en ekki sagt frá the bees and the honey? Eða kvöldið eftir, eða, veist, var hún á deiti, skilur þú? Kanski fór á date með einhver sexy gæja? Já, heldur það ekki bara staðinn á sturluðu staðrendu? Hvernig þetta gerðist? Hún fór á date hérna á Paddington og fekk sér einhverja 2-3 bjóra og svo hitt hún annan gauð. Það veit ég ekki, þetta er bara sigur pappin. Já, slakað á, ég veit það fyrir mér. Fór hún á hot date, út að borða kannski með John, kannski segjum bara ekki, hey John, og fór að borða með honum. Það gerðist í Bretlandi, Keep John heim. Síðan þegar John er farin út og kannski þetta er einhver SMS eitthvað, og þá er það kannski Bradley. Hún segir, what you doing? Nothing. Hoppar hann yfir. Ég veit ekki, þetta bara gerðist. Ég sverða það. Það var mjög gaman að vita hvernig það gerðist. Já, þetta var árið 2005, þannig að googla þetta bara. Þá getur þú kannski lesið betur um þetta. Ég heyrði þú mikill áhuga maður um þetta. En ef svona talandi um Bradley og John, ef þú yrðir að velja ensnafn, mætti velja hvað sem er, hvað myndir að velja þér? Tyler. Er þetta með það rugg? Já, sko, Mr. Sexy? Já, Tyler. Tyler Durden? Það er reyndar grjótartnafn. En það Fight Club einn besta mynd allra tíma, en höldum áfram með sturlaða staðreyndir. Já, áfram. Amygdala er sá hluti heilans sem stjórnar hræðslu og ef þú fjarlægir hann myndur aldrei aftur finna fyrir hræðslu. Það er rosalegt. Og því spyr ég þig, Egill, væru þið til að losa þig við amygdala í heilanliðinum? Ég er ekki viss um að það sé sniðugt að losa þig það, sko. Nei, að vera aldrei hræddur. Já, þú veist, þú ert að keyra 250. Þú veist, þið varði Keflavíkur, ég ætla að henda bara bílum í 250. Þá ertu ekki hræddur, þá ertu heimskur. Já, sko, og þú veist, þú hægir aður svona rík, kannski fara aðeins og hratt, þetta kannski ekki að keyra á ljóstöðurinn, þú hægir á mér. Það væri ekki gott að vera aldrei hræddur. En þú veist, svona gáða menn segja stundum, there's nothing to fear but fear itself. Þannig að ég held að það er kannski ekkert ómögul, þú getur alveg að lifa á þess að finna fyrir hræðslu. Já. En allavega þá vitið það, þið getið það. Það er svolítið, ok. Bara fara í eina aðgerð og maður lögðu þetta. Já, það er örugglega eitthvað þvílíkt við. En það eru 3 réttir, tilbúin. Hunang er eini maturinn sem rotnar ekki. Þú getur geymt hunangi yfir 3000 ár. Það er rosalegt. Og sótt það svo bara. Ó, það er magnað. Viðurkenna það. Ertu mikið fyrir honey? Nei, ekki mikið að vinna með það. Hvenær notar maður hunang? Já, er þetta ekki aðalega bara fólk að setja þetta í te og eitthvað svona? Jó, ég er ekki mikið, ég bara man ekki hvernig ég... Jó, svo setur fólk þetta pönnukökur og svona. Eða ekki? Nei, það er síróp. Ég ruggla því saman. Ég borði aldrei hund. Nei, við erum ekki dítið fyrir hann. Nei. Það eru 2 eftir, já þessi hérna er alveg stórkostleg. Það eru kynlífsbúðir sem selja kynlífsleikfeng fyrir hunda. Það er styrlustæðar. Það er það er eitthvað. Hvernig leikfeng? Ég fór einmitt að hugsa út í það í dag. Hvað er verið að bjóða upp á hana? Ég meina, þú ert ekki að köpa egg handa hundinu, fjandina. Nei, það er ólíklegt, sko. Já. En betur en hérna... Ég veit ekki eitthvað sexy hundabúninga eða eitthvað. Ég veit ekki hvað kveikir í hundum. Ætlalega annar hundur, myndum maður svona giska á. Já, kannski eitthvað svona hundadúkka eða eitthvað. Já, bara eitthvað dúkka sem hann bara svona... fara inn og fara á dúkkuna, gamli. Já, kaupa eitthvað svona sexy hundadúkku fyrir hundin. Já. Ég sé mikið af hundum verið að leika sér við bangsa. Fyrir ekki sér heimsótt á félagsins, hann er með hund. Já. Og hoppar hundurinn á bangsan og gerir weird hluti við hann, sko. Þetta er alveg, sko. En heldur þið sé að bjóða upp eitthvað svona búninga? Veist, allt inn er hundurinn og hjúkka eitthvað, er að fara á okkar play-day, eitthvað svona kjátt. Það er að fara á date og klæða sér upp í hjúkka. Það er að hugsa þetta endalaust. Við skulum sleppa því, hér kemur síðasta sturlaða staðreynd dagsins. Það er hollt og mikilvægt að rífast í samböndum. Fólk sem rífst ekki er sama hvort annað. Sturlaða staðreynd. Wow. Þannig að, já, kærustu börn sem eru að hlusta, ef þið eru búin að vera að rífast, þá er það bara hollt og gott í sambandið. Njótið þess. Ert þú mikið að rífast, Egill? Konuna eina? Ég reyna að hafa það í lágmarki. Já, ok.
Skulum fá smá Jennifer Lopez. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Stundum, þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabát á leið heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. Ég valdi hjúkrunarfræði því að mig langar að sinna bráðaflutningum borð í þyrlu eða flugvél og það eru miklu möguleika fyrir hjúkrunarfræðingar í dag að sinna því starfi. Ætlar þú í háskóla í haust? 200 námsleiðir í boði í háskóla í fremstu röð. Umsóknarfrestur grunnnám til 5. júní. Sæktu á hi.is. Velkomin í Háskóla Íslands. Gerðu það gott með mætilboðum í 10.11. Snúður á 149 krónur. Little Miracles á 192 krónur. Kit Kat Junkie á 129 krónur. Pepsi Max Kríli á 99 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. Thule kynnir Rage Against the Machine heiðurstónleika 1. júní á Gamla Gauknum. Forsala hafin á miðakaup.is. Síðast varð allt brjálað. Núna verður allt sturlað. Yeah! Jim Beam og Reykjavík Inc. kynna í 8. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909 FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Á FM 957. Við erum í fantafíling þrátt fyrir skítaveður. Og já, þó þessi skítaveður og þið ekki að grenja við. Nei, ég nenni ekki að grenja við. Nei, ekki heldur. En veistu hvað ekki skítaveður? Hvar? Flórida. Já, það the sun is shining þar. Já, veistu hver býr á Flórida? King Brian Ecclepen. Rétt. Brian Ecclepen, ég er búinn að frétta því. Brian Ecclepen, fyrir ykkur sem fattið ekki, það sem sagt, an artist formerly known as Brynjar Már. BMF. Og hann vist búinn að bara conquer Florida. Nei, hann ekki búinn að conquer Florida, en hann hefur það kósi á Florida. Málið ég var bara að fara að taka opnun, bara þegar við vorum að koma inn, þá sá ég bara Facebook mynd á honum í glampandi sól. Og það bara fer í taugarnar. Sko, en ég ekkert að grínast, ég heyri mikið, ég með mikið fólki sem fer til frí til Florida. Var allir að tala það. Profítin hans að aukast gífurlega. Hættu þessu. Ég að segja. Hættu þessu kjafta. Nei, málið og þú trúir mér ekki, ég að segja þér, pikkaðu upp símannana, hringdi til Florida, ég skal bara sanna hann ekki að reyna að meika eitthvað til Florida, sko. Nei, mitt, hvað er að gera hann? Hvað er hann að gera? Hann var að gifta sig og með börn og bara hamingjusamur með fjölskyldum að hann. Já, hann þarna samt út af því að, þú veist, hann að fara að meika það í... Hann fór ekki út til að reyna að meika það. Ég get lofað þér að fór út til þess. Til að meika það í tónlistum? Já, alveg 100%. Ég held að hann sé ekki eins og hann ekkert að trúpa eða neitt annað, en ákveð ætti hann að vera orðin frægur. Þú fylgist ekkert með hann mikið og ég. Nei, reyndar, ég viðurkenni það. Já, þannig að getur ekki hringt á okkar bensinstöð í Florida eða... Til að fá þetta staðfæst? Já. Jú, við getum alveg gert það. Bara setja sokk í Öðumbröndal. Það séum við að gera. Þetta er alltaf saman, þú ert svo vitlaus heill. Nei, ég er að setja sokk í því. Ég get lofa þér að hvert sem þú hringir, þá farðu að heyra Yeah, Brian Ecclepen, yeah. Yeah, it's great, yeah. Nú, hvað hann í Ástralíu eða? I was just, all weekend listening to her sing. It was really great. Við fáum að heyra það, ég get lofa þér. Það er svo vitlaus, þannig ekki nokkur átt. Director Roosevelt, it's Marissa. Yes, Marissa? Yes. Yes, hello. Hello. Yes. I was wondering, Marissa, do you listen to Brian Ecclepen a lot? I'm sorry? Yeah, just when you're riding in your car and in your work and in the gym, do you listen to Brian Ecclepen? Who is this? He's a musician. Musician in Florida, Brian... No, who is this? Oh, my name is Adam Blondell, and beside me is E.J. Einerson. We're calling here from Iceland. Hi, Marissa. Okay, can you just take me off this, whatever call list this is? What? Can you take me off whatever call list this is? Take you off it? Yes. Okay. Yeah, we'll take you off, but we were just wondering, is Brian Ecclepen, has he had a huge impact on Florida in music?
Okay, thanks. Don't call back here. Thank you. What? Já, hann nú bara ekkert frægar en þetta, hún var bara hrættu okkur. Það getur hringt aftur hérna, hún er svo leiðileg. Nei, ég nenni ekki að tala við svona konu, sko. Nei, hún er svo leiðileg að gaman að pirra hana. Já. Geftu bara, hún var leiðileg. Hvað heitir hún, Melissa? Marissa. Direct Drizzle, this is Marissa. Hi there, Marissa. Who is this? My name is Auðun Blöndal. My name is E.J. Einerson. We are fans of you, Marissa. What? Yes. Yes. Are you in Florida right now? Who is this? We are fans because you are so nice. Who is this? You're so polite and warm. Who is this? You know who it is, Marissa. Don't make me hang up on you again. Who is this? You know who it is. Take a guess. Huh? Take a guess. You know who. Take a wild guess. Brandon. Yeah. Do you have nothing better to do than to call me and pretend like you're from Iceland? I'm sorry. You guys are ridiculous. I just looked at Jen. I'm like, that was the strangest call I have ever gotten. I bet you anything that it was a partner, and they're going to call back in 2 seconds. You want to come with us to the Brian Acklepen show tonight? Who the heck is Brian Acklepen? He's a musician from Iceland. That's why we thought we pretended to be from there. You're coming with, Marissa. We're going. Oh We're totally my God. going. What do you want? We're I'm trying to work here. Yeah, no, I'm sorry. We were just going to check up on you if you want to go see Brian Acklepen tonight. Yeah, with me and Bren. We're going. Okay. We're going, Marissa. All right, what's going on? What do you guys want? You just want, Brandon just wants Marissa. What? Yeah. Brandon. I sometimes talk to myself in the third person. Brandon wants Marissa. What are you talking about? You want to go see Brian Acklepen tonight? No, what is going on? What do you want? I want to go see Brian Acklepen. All right, I'm about to hang up on you again. What do you want? If you could describe Brian Acklepen in just one word. What would you say? Oh, my God. Sko, hún held, við náðum henni og hún held eitthvað, þetta Brandon? Eitthvað, þetta var bara skrítast að sýta sem ég fengi. Hún á vin sem heitir Brandon. Já, hún held að hann var að fýblast í sér. En, sko, þarna spurðu hana svo, við vorum komnið með hana bara þarna frá Florida. Já. Og við spurðum hvort hún væri til að kíkja Brian Acklepen tonight. Þá sagði hún orður rétt Egill, who the hell is Brian Acklepen? Já, ok, fundum eina stelpu sem þekkir hann ekki. Þannig að það var Congratulations. Enn einu sinni, tekið sokk og treðum mig og ekki þær. Brian Acklepen er ekki orðið það stór í Florida. Brian Acklepen hotnið okkar, við kallum hennan dagskulið það. Já. Þetta erum við sér Brian Acklepen hotn. Hann kallar sig 50 Cent eitthvað síður og lagið er In the Club. In the Club. In the Club. Talandi töffara, þá er einn grjótharður mættur hér í stúdíu til okkar. Hann heitir Óli Geir, vertu velkominn. Þessi hérna? Já, akkurat þessi. Vertu. Sætlitu Óli Geir. Sæll. Hvað segir gamni? Ég er bara hefi góður en þú. Hefi góðir félagarnir. Mjög góður félagarnir. Ekki? Já, þú er ekki lent í netmistnótkunni hjá okkur Bjössa lengi. Já, en þetta er líka bara eitt í gangi á mínu Facebooki þess að dagana. Já, það er bara Keflavík Music Festival. Það er ekkert gaman að lesa það. Nei. Við erum búin að svissa þér út þarna í smástund. En hvað hérna, bara, fyrsta spurning, hvernig gengur að koma þessu öllu saman? Keflavík Music Festival. Það gengur bara mjög vel. Það gangar mjög vel, mikil vinna og... Þú ert vantilega ekkert einn í þessu, eða? Við erum tveir. Já, eru þið bara tveir að sjá um þetta allt? Já, eiginlega, þú veist, við þyrftum að vera miklu fleiri, sko. En þú veist, við erum samt með, sko... Því það er þjóðhátíðar nefnd. Já, þetta er líka, við sjáum það núna, við erum ekkert að ráða þetta tveir, við erum búin að fá nokkra gæði til að hjálpa okkur. Já, ok. Þetta er basically meira vesen en að læna þjóðhátíðu, sko. Ég er bara svipað því. Já, þetta er líklega miklu meira. Nei, ég náttúrulega veit ekkert, þú veist, með þjóðhátíð, sko, en við erum náttúrulega með 8 staði á þetta og 13 erlend bönd og það er mesta vesen á því, þú veist, þessu erlenda dóti, sko. Kringum erlenda ruglið. Þeir eitthvað hringið og svona, there's a problem, með eitthvað vesen. Hringið mig alla daga. Það er svolítið. Ertu búin að fá eitthvað svona sérstakka beiðnur um að vera svona kampaðin og svona ostur og veist, bara gullt M&M og eitthvað svona kjaftaði? Endalust. Ákveðum með mesta vesenið? Far East Movement. Far East Movement? Já, ok. Ég er með lag tilbúið með þeim, með Justin Bieber. Já. Hvað er þið með vesen? Er þið með stjórnutæla? Þeir vilja fá nýja sokka og nærbuxur þegar koma á sviðinu. Það er bara eðlilegt. Það er saman Messenders Club heimtaði. Já, ég mætti ekki nema þetta var klart. Fekst ekki bæði sokka og nærbuxur á Blöndósi? Það var ekki nærbuxur, klára fyrir mig baksvið, það fór ég ekki, sko. Það er bara að vinna eitthvað síðan með. Ekki það að sé eitthvað vesen, sko, en þú veist, það er bara svona
skemmtilegar kröfur hjá sumum, mikið vesen hjá sumum og mikið af áfengi hjá Faris Moment. Já, þannig að þeir eru að koma bara basically til að djamma. Þeir eru að koma í 2 daga bara til að djamma. Ertu búin að kaupa þessa nærbúrsölu? Hvernig er nærbúrsölu allar að henda það? Það stóð nefnilega ekki, sko. Má það vera hvað sem er? Svo fer bara í hagkaup og það er ódýrstu nærbúrsölu sem er til. Já, það er svoleiðis, sko. Bara eitthvað körmit nærbúrsölu eða eitthvað? Já, og það myndað okkur dýrum og eitthvað. Það er bara sljótar og hættir að finna. Já, köptu bara svo að kaupa mjög feitt bad og það er bara Paddington á þeim eða eitthvað. Segðum að grjót halda kjafti. Bara farist moment til að hafa mikið með þessu 2 lög eitthvað sem er alveg vinsælt drullið ykkur hérna í þessa svingunarbuxur. En hérna, þetta byrjar bara núna á 50-daginn, eða ekki? Jú, þetta byrjar á 50-daginn. Ég er spenntastur eiginlega fyrir 50-daginn, er ekki Rudimental þá? Jú, Rudimental, Tempo Trap, Outlandis, Áskil Trösti byrjar í Reykjanesvöllinni 7-11. Já, ok, er Outlandis líka á 50-daginn? Það byrjar með það bang, 50-daginn. Og Tempo Trap líka sem er eina mínum uppáhaldssveitum. Svo eftir kl. 11 þá er öll dagskráin farinir í bæ og það eru allir skemmtistæðinir, Keflavíkur kirkja og 2 risastór tjöld, 1.000 manna og 1.000 manna. Já, ok, bara í bænum? Já, bara alveg í miðbænum, sko. Fólk verður svolítið í tjöldunum að hella í sig. Já, ég myndi segja það er rosalega dagskrá það, sko. Er eitthvað vesen á Rudimental? Nú eru þeir að vera ansi stórir hérna. Ekki þannig, sko. Þeir eru náttúrulega bara nýbúin að gefa út sína fyrstu sóloplötu. Já, ég held að þú er pantað á hárréttum tíma. Þeir eru að springa núna, sko. Þeir eru að springa núna. Þeir voru í 10 daga að næra sér í gullplötu. Já, nákvæmlega. Og hérna, þetta er alveg rétti tíminn til að fá þau hinga, sko. Já, þetta verður... Þetta lítur að vera svolítið, er ekki svolítið hausverkur, þú veist, út að fá ákveðlega mörg símtöl og mörg e-mail þessa dagina, eða ekki? Jú, ég fæ svona 250 e-mail í dag og verða svarillum. 250 e-mail? 250 e-mail. Einhver gammalt bekkjarfélag að heimta miða. Áttu VIP með þetta gamla? Svo ekki með það er á Facebook, sko. Það er á Facebook. Frímiðan þetta eftir meir eins og það næði dregur. Svona núna í vikunni, þá fara menn að hringja gamli. Já, maður er búin að fá ótrúlegt, sko. Ótrúlegustu beinir. Já. Menn er bara styrkjað og dörla slokka. En það er líka, það er sérstakur dagur í dag, eða ekki? Við erum að fara að draga út eitthvað svaðalega pakka þetta eftir. Já, við ætlum að, sem sagt, allir þeir sem að kaupa sér með á N1 Hringbraut til klukkan 5:30. 5:30, þið hafið ákortir. Já. Erum við að fara að gefa eftir, Blondale? Já, við erum að fara að gefa 200 króna pakka. Allir þeir sem að kaupa þar fara í pott og þeir eru að fara að gefa, sem sagt, hótelgistingu á Hótel Keflavík öll kvöldin, frítt áfengi öll kvöldin, Bláa lónið, frítt að borða, bara alvöru pakki. Þetta er engin smá pakki, bara það að vinna sko frítt í Bláa lónið fyrir 2, það er nú bara eitthvað til að taka þátt. Það er 20 skall, bara 20 skall. Þannig að þetta er alvöru pakki og það er að gera að drífa svo N1 með, hvað sagður, Hringbraut og vestla miða. Þetta verður vestla. Já, ég laka mikið til. Þú verður mættur þarna strax á 50-daginn. En hvað eins og með öll gæsla og allt svona, það bara sem að kemur þá, færið aðstoð bara þar úr Keflavík, eða? Við bara kaupum þá þjónust út, sko, sérstaklega í Reykjanesvöllinni og í Tjöldunum. Og, sko, þetta er náttúrulega, við erum að gera eitthvað nýtt, við erum að gera eitthvað sem hefur aldrei verið gert í Keflavík og það sem Tjöldin verða til dæmis, verða á stóru túni á móti Hlölla, þú veist, allir sem að er að hlusta í Keflavík, veit nú hvað það er. Já. Og það svæði er allt girt af, þannig að það verður svona sérstakt hátíðasvæði þar. Ok, cool maður. Þannig að við erum að gera svona svolítið nýja og skemmtilega hluti þarna og svo í Reykjanesvöllinni, þar hefur aldrei verið gert nýtt svona áður og það eru 5 40 feta gámar af dóti frá Exton að fara þangað inn. Takk fyrir. Þetta er alvöru. Randið hljósasjóðu og eitthvað. Já, mér er ánægði með þig, Óli, og Óskar allsins besta með þetta. Takk hérlega fyrir það. Þetta er bara, ég hvet alla líka til að verða sér út í miða því að eins og þið heyrið þá eru stórkostleg bönd á leiðinni, bæði íslensk og erlend og eitt bandið heimtar nýja nærbuxur og sokka þegar þeir koma að sviðinu. Hér eru þeir með Justin Bieber. 957 og Agent.is kynna í samstarfi við Túborg og N1 sérstakann Keflavík Music Festival söludag á N1 Hringbraut í dag. Allir þeir sem kaupa miða á Keflavík Music Festival á N1 Hringbraut frá klukkan 7 til 17:45. Þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. This is the worst place on earth. What? Vinsælasta grín-þríleik allra tíma. Strange email. I think it might be from Chow. This says Chow. I thought it was Chow like goodbye. You know, like Chow, Arrivederci. Papa John. Við það að ljúka. What are you doing down here? The Hangover Part 3. Komin í bíó. 3 GB og 3000 SMS á mánuði fylgja öllum snjallpökkum í sumar. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Smálán Kretia er fljótlegasta og öruggasta leiðin. Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kretia, einföld þjónusta. Er ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi?
Rocky Romero, Roykshop, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Öll þau ágreiningsmál sem við stöndum frammi fyrir hægt að leysa með því að sýna hvort öðru virðingu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-aðild xnei.is, styður þannig boðskap. Tuborg kynir í kvöld á Bar 11. Hljómsveitin Mojo Boutique í Tuborg kjallaranum. Tuborg og Bar 11. Verði ykkur á góðu. Thule kynir Triangular á Volta 31. maí. Frítinn og almenn gleði. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Temdu apa, hvað mikil stemmingir hjá okkur Agli í stúdíóinu. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Við þökkum Ólagir kærlega fyrir komuna. Topp náungi þar á ferð. Það er bara svoleiðis. Mér að gefa hana það, maður hélt á sínum tíma þetta væri eitthvað vitlýsingur, þetta skila þetta titlinum Herra Ísland og eitthvað. En topp náungi og er að standa sig vel með þess hátíð. Það er bara svoleiðis. Við alla til að kíkja á hana. Maður hélt að vera 100 manns að sjá þetta, en þeir eru 2, þannig að það er mjög impressive. Það er magnað. En þú varst reynda bara einn að sjá stuðlaðaballið, eða ekki? Jú, og það var erfitt. Þannig að þá veit ég, þú veist, þá veit ég hversu mikill hausverkur þetta er fyrir hann, sko. En þú veist hvað hann gangi í gegnum? Ég taka þetta 100 símtöl. Já, menn við Egill vorum að rífast hér fyrir í þættinum hvor okkar væri, skárri söngvari, basically. Það er ekki hægt að segja við séum góður söngarar, hvoruður okkar. En Egill vildi meina að ég var sá allra vesti á landinu. Okkar slagasti söngvari. Já, okkar slagasti söngvari og ég sagði okkar Íslandíka. Ég væri sennilega skárri en hann en væri nú ekki skárri en margir og það kom hugmyndir á Twitter að við myndum bara keppa í karaoke þar sem að við Pétur erum búin að leggja karaoke á hilluna í smá tíma og þetta er bara þá 1,5 mínúta en við ætlum að lifa hlustandi að velja hérna. Við erum komið 2 lög, Total Eclipse of the Heart sem er rándýrt lag. Já, og What is Love með King Hathaway. Já, og við ætlum bara að spyrja þennan hér hlustanda. FM, góðan daginn. Hæ. Hæ, hvort finnst þér að Egill að syngja What is Love eða Total Eclipse of the Heart? Hann Egill. Já. Hann, hvað er það? Hæ? Já. Það er hann Egill. Já, hann Egill, ok. Má sjá, fáum hérna, prófum þennan. FM, góðan daginn. Ég er með að nóta hann. Það skýta á það á símanum. FM. Allt neður. Blessaður. Hvort finnst þér Egill að taka What is Love eða Total Eclipse of the Heart? Hann er ekki meira What is Love. Það er ekki meira fyrir hann. Já, þá fæ ég viðbjóðin, sko. Má ég svona spyrja ykkur einu? Hvað? Á ekki að fara að tala um það hvað eru margir helmassaði sjómenn að fara að skemmta sér helgina? Já, við vitum alltaf það. Við Hjöppi vorum sérstaklega með það sem þema í gær. Er það ekki? Það er sjómannadagur. Það er sjómannadagur sunnudaginn. Góð minna hann hér á eftir. Já, við förum við það félagarnir. Við skulum fara við það. Og góða skemmtun. Takk fyrir. Og gennur, bæ. Herru, það er komið að þessu og Egill, vilt þú ekki bara runda þá? Ég er með What is Love og þú ert með Total Eclipse of the Heart. Þú farið auðveldara lag. Skiptu þá. Ég vill frekar taka What is Love. Já, byrju. Viltu ekki bara taka hitt þá? Byrju, nei, takk þú bara hitt, verður til. Viltu að ég taki auðveldarlagið? Já, ég vil gefa þér auðveldarlagið. You're on. Já, ok, þá tekur þú hérna. Egill tekur hér, Total Eclipse of the Heart. Sjá, maður aðeins komið fyrir. Þú veist ekki ít að play strax, sem að slaka það sá hérna og komir í söngstellingarnar. Ég hef náttúrulega sá hálsbólgu. Já, ég líka. Það er ekki hjálpað mér neitt í þessu. Hvað, 2 mínútur? Já. 2 mínútur og bara gera þitt besta. Veitu, ég heyri ekkert í laginu. Nei, það er að fara að byrja hérna. Ég heyri ekki neitt. Allt. Niður þig. Með að fara, ég tók skrækandara söngaran, ég fór í djúpa söngaran og ég fór í smá... Þú söngst eða aldrei, þú varst aldrei á pitchi. Söngi aldrei, grótalt ekki setja út að syngja, menn þú búinn að syngja sjálfur. Sko munun að mér og þér Egill, er að ég viðurkenni þessi skelvilegu söngari, en þú varst að tala um að þú væri miklu betri en ég, sem að ég skil ekki hvernig hægt með þetta. Þú ert okkar slagasti söngari, okkar Íslandingu, þess að nú heldur erfitt að vera ekki skárri allavega. Já, ég ætla að... En ég tók erfiðara lagið og sýndi þar með... Nú, þú varst að segja hann að vera léttara.
Nei, þetta var erður dag, ég fann það bara að ég byrjaði. Já, þú fannst það þegar þú byrjaðir. Hér kemur þá mitt lag og svo er það 5-11-09-50. Þú ert að syngja uppáðslæðið mitt, ég er bara alltaf halla mátt í stólnum og fá mig sopa Corona meðan tekur þetta. Já, ég ætla að gera þetta bara. Ég ætla að vona og eyðileggja það ekki. Þetta er uppáðslæðið. Ég myndi aldrei gera það. Þá er komið ykkur kæru hlustendur 5-11-09-57. Það var rifrildi sem byrjaði hér í byrjun þáttar. Hattavei. Ég sagði að Egill væri, já, ekki skárið söngar en ég ætla að vonja eftir eftir hann sneri sig við ykkur öfun, ég var ekki svona döður. Ég veit þetta var lélegt. Bonnie Tyler var að senda mér SMS bara, gamli, ég þakkaði fyrir hvernig hún túlkaði lagið mitt. Sko, Bonnie Tyler, henni hefur ekki liðið jafn illa sem hún fekk 3 stig í Eurovision í síðustu helgi, ég get lofaði því. En hérna við skulum sjá hvað fólk segir. FM, góðan daginn. Já. Góðan dag. Hækkaði þessu meistara. Já, þetta er eitthvað lélegt samband hjá þér. Meistari, heyrðu í ykkur? Meistari, ég heyri þér. Þarna ertu? Hvað segirðu? Auðun er allra lélegasti söngari sem ég heilt í Ég er sammála, hann er okkar slagasti. Fannst þér verri en hann eða? Ég fannst Gils ná þessu mjög vel. Takk að kærlega fyrir þetta. Ok, þetta er þetta algjört kjaftaði. Takk að kærlega fyrir álunni. Auðun var ekkert smá falsk. Hann er okkar slagasti söngari og það er talað um okkar Íslandinga. Það er allt svona, bara við eigum okkar slagasta... Það er ekki rétt eitt, þú varst verri. Nei. Jú. Skustu það bara með meistara? Nei, Auðun var miklu verri. Ok, kom með eitt aðkvæð. Kom með eitt aðkvæð, hvað fyrir að hringja? Þú miklu meistari sem ég kynst. Bæ, þá fáum við hér til okkur næsta FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú meistari? Hvað segir þú? Gott. Klárlega blöðpúp. Já, blöðpúp, sko. Blöðpúp stig? Já. Egill, þú ert... Skelvilegt. Já, Fyrstu stig? Það er ótrúlega. Heyrðu hvað hann segir, þetta var skelvilegt hjá þér. En var þetta ekki skelvilegt hjá búp? Nei, þetta var hörmulegt hjá þér. Heyrðu hvað þetta er einlægt hjá honum. Takk hérlega fyrir þetta, 1-1. Blessed. Ok, blessed. Ég veist ekki að okkar slagandi söngari myndi fóði punkt. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Daginn, meistari. Hvort lagi fannst þér skárra? Auðun alveg rústaði þessu. Hanna þekki... Kaftaði þetta. Var þetta að senda frændaðinum á Söðukrökk að syngja og kjósa þig? Nei, svo heldur góður Egill. Bara fólk heyrði þig syngja. Nei. Þú ert okkar slagasti söngari. Þú hefur endur átt verið með ránkvömyndir. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir þetta. Ég þarf að fara Google. Slagasti söngari Íslands. Þá hlýtur púp að koma. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Blessaði meistari. Blöðskíturinn færi þetta ekki. Þetta er ekki blöðskíturinn, ég gána, hann kallaði blöðskítur. Þú 33 ára Egill, það er að fyndið hvað hlæri þú að heyri kúkur og skítur. En takk hérlega fyrir það. Takk meistari. Þetta var algjör meistari. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Blessaði meistari. Herðu. Já. Sko, þó svo að menn séu vaxnir eins og bóli, að þá kunna menn ekki að syngja þegar það heyrist ekki í þeim í útvarpinu meira en svona 10 sekundar að lægin. Heyrðu það, Auðun? Bara náttúrulega skjóta Auðun. Ég er að tala um þig, Egill. Nei. Ég er að koma til þessu. Það er sko Auðun söng svo lægið og reyndi að gera eitthvað gott úr því. Nákvæmlega. Bonnie Tyler var að senda mér SMS, sko. Takk hérlega fyrir þetta er hár rétt hjá þér. Ég trú... Þú hef fengið 3 punkta, Auðun. Það er kraftaverk. Já, góðan daginn. Góðan dag, mikið fáið með kvennmann hérna. Já, loksins, við erum komin að reyna að ringja lengi, það svarði aldrei. Þetta er, þú vantilega Bonnie Tyler aðdóðandi, eða ekki? Jú, þessna kýrsum við ekki. Nei, ég get ekki sagt það, sko. En, svona, gun to my head, held ég verð að segja Auðun. Alla þerrið, æg, hvað þetta er fallegt. Ó, hvað mér liður þess. Þetta var ekki gott. Nei, ég veit það. Það var ekki gott. Það er okkar slagandi söngur. Já, ég reyndi og Egill líka. En hefur sem alveg heitt að verða, sko, en þetta var ágættu skemmtun. Takk hérlega fyrir það, takk fyrir að hringja. Ok, bye. Búin að eyðileggja voru slóð fyrir, við ekki hlusta á það. FM, góðan daginn. Ég heit voru 4-3. Góðan dag. Ég sagði meistari. Sæls. Hvað fannst þér skári? Þú ert meistari síðan ekki. Sko, svona upp á sönghæfileika, þá veit ég hvað þetta sker úr hjá ykkur, sko, en mér fannst nú Auðun að gefa hana meira af sér sem söngari, en þótt að hún var ekki neitt. Hann er ekki krót á blæði, hann er ekki búin að gefa punktin, sko. Hann er ekki búin að gefa punktin. Ertu að gefa mér atkvæðið? Þú miklu meistari. Ég gefa Auðun atkvæðið. Alla, það er búið, 5-2, þetta er enn eitt sokkurinn í þig, Egill. Þú veist ekki. Ekki bara tjáðu þér söng við ykkur. Málið er það. Betri dagar, sko. Já, ég veit það. Það er alveg hárrétt hjá þér, ég veit ég er skelfilega söngur. Það er bara munun á mér og Agli er, Egill lifir í einhverjum svona eigin heimi og er fullur af ránkvömmutum.
Ég var að Google, slagasti söngvar í Íslands, það kemur Röðun Blöndal. Takk hjá að ringja. Ok, bye. Þú eyðilaði líka mitt, þú varst með allt og hátt stilt, það heyrist ekki eins nýmið, fólk að segja ekki verið að syngja. Það var þessi keppni búin, ég ætla ekki vera tapsáru, við ætlum að fara hér í örstutt kilóbóð og ég skal huggaði með eitt, þú mátt kannski vera með stuðla á eftir. Má ég vera með stuðla? Ef ég er í stuði. Það var okkar virtast í dagskóli, þú ræður því ekkert. Það var okkar virtast í dagskóli. En veistu hvað kom við mest óvart í þessu öllu saman? Þú fékkst 2 atkvæði. Já, kom þér það óvart eða? Yo, we're Rudimental. Boom, blam, boom. Music Festival Special. What's going on? I'm Saul from Chasing Status. I'm Will from Chasing Status. Kevin is. Hey, Progress. Jay Spliff. PJ Berman. We're the Far East Movement, FM now. Hey, this is Nicky Romero. I am Iggy Azalea. Hey, this is Toby. And I'm Johnny. We're from the Timber Trap. Keflavík Music Festival Special. Keflavík Music Festival Special á FM 957. Næsta sunnudag klukkan 4 ætla ég Frígor að vera með sérþáttum Keflavík Music Festival. Stútfullur klukkutíma þáttur hátíðina. Viðtöl við íslenska og erlenda listamenn, alls konar upplýsingar og skemmtun fyrir ykkur hlustendur. Allt sem að þú þarft að vita Keflavík Music Festival næsta sunnudag klukkan 4 á FM 957. Heimurinn geymir fjölda óleystra verkefna sem krefjast framúrskarandi tækniþekkingar. Í atvinnulífinu mikil eftirspurn eftir tæknifræðingum. Kynntu þér BS-nám í orku- og umhverfistæknifræði eða Mekatronik hátæknifræði hjá Keili á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Nú aðeins 6 dagar í stærstu tónlistarhátíð Íslandssögunnar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. 3 gigabæt og 3000 SMS á mánuði fylgja öllum snjallpökkum í sumar. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Túle kynnir rockveislu á gamla Gauknum föstudaginn 31. maí. Dimma flytur plötuna Myrkraverk í heild sinni og Dead Sea Apple leika áður óútgefið efni í bland við eldri lög. Ekki missa af einstökum tónlistarviðburði á Gauknum í boði Túle. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Þú getur slakað aðeins á og keyptir smá tíma. Og það með afslætti. Þú reddar bara kvöldmatnum á stöðinni. Panini, borgari eða dýrindis kjúklingasalat. Og afsláttur með orkuleiklinum. Stöðin. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasala í fullum gangi. Ekki missa af Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. Rugglaður sundfatnaður á íslenskar gyðjur og óskadrengi þjóðarinnar. Vertu eitthvað annað. Farðu nýjar leiðir. Vertu Fox. Púkin 101. Laugavegi 86. Borgarnes meira í leiðinni í dag. 10 króna afsláttur á hverjum seldum lítra á N1 Borgarnes í dag fyrir N1 korthafa. N1 meira í leiðinni. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Drögum 200.000 króna pakka. Það VIP miðarinn á Keflavík Music Festival, gisting, frýtt í bláa lónið, frýtt að drekka alla helgin og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ekki missa því, ringjum í það hér á eftir. Þetta örskama stund. Við erum að fara í stuðlaði núna. Já, ég vil þakka þér aftur fyrir karaoke-keppnina á Nýll. Já, bara drengileg og góð keppni. Vona, veist að sé enda fólk að hlusta eftir hérna hræðilega flutningin á Boris Love, þannig að
Ég get lofa því að næsta lag er snild. En hvernig getur þú rakkað niður og það fekk fleiri atkvæði þitt? Það er stundum skíta hlustendur. Nei, við erum með bestu hlustendur í heim. Ef að Simon Cowell hefði verið hérna og hlustað á að syngja þetta voru sloflag, ég veit ekki hvað gæði mikið fyrir að heyra hans skoðun á þessum flutningi höfður. Hvað heldur hann að sagt við þig, Egill? Hann hefði pakkað það saman, ég lofa það. En ætlum við í stuðlagið það? Ætlum við í stuðlagið? Virtasti dagskólur FN 95 blöð. Þú hittur á play fyrst. Þú þarft ekki alltaf trailer. Jú, í það trailer, þess að bjóði til trailer. Akkur? Push it. Push it real good. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? Þannig að það þarf alltaf að spila trailerin. Já, auðvitað. Hvers skemmtið? Ég sé einhver viku að gera hann traileruðin. Já, ég var með þau þegar við gerðum þetta. Hérna, hvað er viðbið dagsins? Ali Movosat, sem er eitthvað mestir meistari síðan ekki. Skrifa það, Ali Movosat. Nei, það heitir það, þetta er ekki listamannafn hans. Já, ok. Hvað er... Ali Movosat er meistari. Ok, hvað heitir lagið? Má ég útskýra aðeins? Nú, ertu farin að uppgreita þetta? Hann fættist í Teheran, í Íran, 10. mars 1975. Hann er íranskur, raf tónlistamæður. Hann býr í Svíþjóð núna. Hann bjóði í Danmarku í smiðin okkur ár. Hérna, það eru einhverjir þetta 3 út í umferðinni sem var actually drullu saman með þetta. Þannig að hérna, en hvað heitir lagið? Hann kallaði sig DJ Alligator. Einu sinni DJ Alligator. Það er meistari. Ói, barasta. Hérna, og hvað lag? Hvað er skrifað? Skrifaðu Blow. Blow. Þú nú var nú að setja það í tölvuna þér. Hérna, hvað er næst? My. Ekki eitthvað svona 5 ára grín. Hvað heitir lagið? Skrifaðu Blow My. Blow My, já. Blow My Whistle, bitch. Já. Okkur kannast eitthvað við það. Blow My Whistle, bitch. Ég veit ekki. Ertu mikið aðdáðin DJ Alligator, eða? Nei, þólan ekki. En mér finnst þess að ég hef heyrt þetta áður. Þólan ekki, það er meistara. Blow My Whistle, bitch. Ok, hérna, það er komið hérna og... Ég ætla að það tækifærið og óskáðan Róbert þetta til hann ekki á amalið og tilenga þetta laga til hans. Ok, Blow My Whistle, bitch. Þetta lag hefur verið áður, eða ekki? Vertu ekki að skipta það ræð. Stundum vil ég kannast eitthvað við, Blow My Whistle, bitch. Það er engin regla að segja ef ég vil setja samanlagi aftur. Er það að setja stuðla sem hefur verið áður, eða? Mögulega. Ég stuði fyrir þetta núna. Jú, óibarst, þetta hefur verið áður. Þetta er eitt af allra versta. Þetta er ekki allra versta. Þetta og Gate to Hell. D-Devils. Six Gate. Þetta hefur verið áður, þetta lag. Út af ég var í stuði fyrir það núna. Náðu að heyra það núna. Hvenær ertu í stuði fyrir svona lag? Núna. Á hvernig þið setja aftur á. Hlusta á meistarum. Þetta var hausverk. Leður maður. Blow my whistle, bitch. Blow my whistle, bitch. Open up, put it in. Let's begin. Stundum verð ég bara að grípa fram í þetta og það er ekki hægt að spila þetta lag aftur. Það er ekki lagið með þig? Jú, það er náttúrulega í lagið með mig. Ég get bara ekki gert hlustendum þetta. Er eitthvað annað stuðla sem þú vilt? Alltaf að slökkva á meistara Alligator eða? Hvernig er hægt að velja þetta lag tvisvar? Getur þú sagt með það? Út af þetta er besti parturinn sem kominn. Lagið er svona allan tíman? Nei, hlusta núna. Nú kemur mjög góð partur. Hlusta aðeins. Alligator með Blow My Whistle, bitch. Ég get ekki gert hlustendum þetta. Egill, þú hefur komið með ágættu stuðlög. Takk fyrir eyðileggja. Þetta er bara ekki eitt ok, hlusta, þetta er sérstaklega gert fyrir þig. Ég er með stuðla handaðir. Og actually lag sem kemur líka öðru fólki stuð. She Makes Me Go, hérna Rush og Sean Paul. Svona smá stuðla fyrir Gilsan. Því að hann setti aftur á Blow My Whistle, bitch. Sem er heila bannað. Það styttist í lagi á leiðinni heim. En, sérðu, nágrannar eru hérna á sjónvarpinu í stúdíónu hjá okkur. Ætlar Toadfish ekkert að fara hægt í nágrannum með það? Toadie er ennþá að maður. Toadfish. Já, mannstu ekki eftir honum? Jó, hann var sko þegar ég var að horfa á þetta sem gutti.
Hann bara... Nú Jón 33 ára. Hann einna stabilustu leikarinn í nágrunum. Reyndar, og hann ekkert breytt kallinn. Varstu mikið að horfa á nágruna þegar þú varst? Á Króknum, já. Skríðandi hann og Króknum. Ég var ekkert skríðandi ég var ólingur bara. Já. En það hins vegar komið að því að draga í Keflavík Music Festival leiknum. Það hellingur af fólki búið að taka þátt í þessum leik og við draugum alltaf reglulega. Og nú komið að 200 króna pakka. Þetta VIP-miðar fyrir 2. Þetta gisting á hótelun alla helgina, Bláa lónið, að borða frýtt alla helgina, frýtt að drekka og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég búinn að draga út hér heppinn vinningshafa sem ég ætla að hringja í. Það var ekki svara síðast, en það vonandi að vera nú svarað núna. Það var mjög weird að það ekki svarað. Já, það var ekki svarað síðast, sko. Hérna þetta og við skulum sjá hvað gerist. Þá hringjum við. En hvað með hennan winner hennar sem frá með hennar sem langar líka að geða mikið í? Hver það? Það langar náttúrulega öllum geðið í þetta. Þórhildur? Hæ? Þórhildur? Já, einhver sem að tala við þig á Facebook bara. Nei, hvað ekki að lægja með þig? Það tók þátt í leiknum. Já, og bara allt í hennar stú með eitthvað sigurðara sem bara ég með einnum sem alveg þýlið til þetta og við síman. Við erum ekkert að gefa sýstið þinn þetta, sko. Þessi Hannar, hún fær bakkan og við pössum að Óli Geir komist í sambandið hana. Gefa bara 2. Gefa 2 bakka? Já. Ok. Hvað er hitt númerið þá? Segja útvarpið og segja númerið. En hvað, er þetta eitthvað svona þekkir? Nei, ég er með Keflavík Music Festival hérna frá mig, en ég er ekki að tala með raskatur á mér. Lýsum allt niður með það. Það er eitthvað nýtt í þessu stúdíu við þá. Hvað er hérna? Ég bara, hérna. Já. Það er sko veldur Ok, það eru búin að draga 2 pakka. Skulum aðtóka þetta svari hér. Ég sé með allt niður mig. Og hvað heitir þessi? Þórhildur. Ok. Segja hennan. En okkur eftir þessum hún svarar eitthvað frekar. Hún taka þátt í leik, sko. Já, þessi Hanna líka. Ég hef ekki hugmyndið að geta þú svarið ekki, sko. Bara, ef þú svarir ekki, þá... Þetta er leiðilegt útvarp sem ég fæ, það er þegar að vera að ringja og svarar ekki, sko. Ekki ef að hlustandinn er flippaða hringingu. Nei, eins og aðan. Já. Þegar hann flippaða hringingu, þá er allt í topp málum, sko. Já. Þá bara þetta gott út af semri, sko. Hvorki Hanna nýja Þórhildur að svara, en það er ekki 200 pakka. að vinna sér inn pakka á Keflavík Music. Halló? Nei, það er bara talvörf. Það faxan innan það. Þetta er gamla góða faxið. Það er eins og það er komið að lokum hér hjá okkur Agli í dag. Þetta er búið okkur félagunum með? Já, hún er bara að vera 6. Búin að vera með ykkur sem 4 í dag, strákandir. Já, ánægði með hérna, það er meistar að segja með Facebookina. Flottur eitt, start á þín og heimtaði lagið aftur. Róttu blöðpúp ekki eiðalega lagið. Nákvæmlega King Robert. Manst ekki eftir gömlu góða reglunni? Þú mátt ekki kalla mig blöðpúp lengur. Ég var að lesa upp það sem Robert sagði. Þú mátt ekki segja. Ég bara kallaði púp í dag. Af því að þú varst ekki með 1000 manns á stöðlagaballinu þínu. Nei. En það kom að lokum. Takk hérlega fyrir hlustunum í dag. Egil, takk fyrir daginn. Alltaf gaman að vera með þér. Og við ætlum að enda þetta á læginu á leiðinni heim. Takk ég vel á móti Rikka G sem er að mæta hér í stúdíóið við Björn Bragi verðum svo mættir hér á mánudaginn. Og Egil, ert þú aðdáandi á þessu hér? Manstu þetta þessu? Brost í félagsmyndstöðinni. Það ekki hvað þetta er? Cranberries. Ég var að hugsa, ekki að setja Cranberries á. Zombie. Nicky Romero, Roykshop, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Er ekki komið tími til að umpoppa? Það stefnir í 2,4 miljardar potturinn í Eurojackpot. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Er ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi? Rugglaður sundfatnaður á íslenskar gyðjur og óskadrengi þjóðarinnar. Vertu eitthvað annað. Farðu nýjar leiðir. Vertu Fox. Púkin 101. Laugaví 86. FM 95 blöð á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.